Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi til okkar hérna á N4. Það notalegur nóvember og þá ekki úr vegi að ræða aðeins einstaklinginn og þann fjársjóð sem býr í hverjum einstakling. Hún komin til mín, hún Ósk, á ekki kallaði Ósk? Jú. Já, listakona. Þú varst að opna sýningu þar sem að það einmitt svolítið viðfangsefni. Segðu aðeins frá sýningunni. Já, ég var að opna sýningu núna helgina, voru opin núna á laugardag og sunnudag og hún ber heitið Konan og drekinn og þetta myndlistasýning sem fléttuð saman með ævintýralegri sögu. Þannig að það eru 11 verk sem að fylgja sögu sem ég búin að dreifa hérna deigluna og svo eitt stórt verk af konunni og drekanum sem alveg 70–100 cm á striga. Ok, og Konan og drekinn, hvernig tengist það svona sjálfsvinnu, sjálfsmildi, þessu sem að... Já, kannski segið bara frá því hvernig þetta var til. Já. Að það byrjaði hluti af minni sjálfsrækt að labba í vinnuna flesta mótna og þá labba ég meðal annars meðfram Gleránni og ég svona reyni að hafa þetta svona ákveðna hugleiðslu stund þegar ég labba þarna og þegar maður búinn að labba kannski nokkrar mínútur og vinda ofan af öllu sem maður þarf að gera og vera að spá og spekula fyrir fjölskylduna á daginn og eitthvað svona að koma sér inn í svona þakklætis hugafar og tengjast einhverjum æðri mætti og þegar ég labba meðfram ánni að þá kemur svona oft til mín eitthvað rosa notaleg tilfinning sko. Og einn daginn þegar ég var morguninn þegar ég var að labba að þá var ég svona íhuga ok, hvert að ég fara núna með þessa listsköpun mína, hvað á ég að gera næst og þetta var sem sagt í fyrra vor og þá kemur bara til mín mynd af þessum dreka og svona rauður dreki og ég hugsa bara hvað þetta og hann var svona frekar hræðilegur og ég hafði áður verið að vinna með myndlist svona bara jákvæðni og hvað dreymir þið og hvað langar það að gera og eitthvað svona og mér fannst þetta einhvern veginn enga meginn passa við það sem ég var að spá sko. Nei, hljómar svolítið svona ókvæðlegt. Já, og þannig að þetta kom mér svona rosa mikið óvart og svo bara fer ég vinnuna og svo fer ég að spá þetta þegar ég kem heim hvað þetta átti að þýða og þannig að úrvarð svona smá saga mitt samtal við þennan dreka hvað hann var að gera, hvað hann vildi mér. Og þannig að það var svona sögupartur og ég málaði þessa mynd þar sem að drekinn að brjótast svona út úr bringunni á konu. Fannstu þá til svona einhverja tengingar við þennan dreka eins og væri partur af þér eða eitthvað? Já. Og eins og segir, þetta verið að koma á sýningunum til að lesa alla söguna sko, en að þá, í rauninni voru við eitt sko, konan og drekinn. Þannig að hann var svona hluti sem að vildi eitthvað barist og tekist á við það sem var erfitt og hún var meira í friðinum sko. Og svo var þetta, svona upphafið að þessu og svo fór ég einhvern veginn að spá í hvar byrjaði þetta ferli mitt, eitthvað svona mitt sjálfsræktar þroska ferli og þannig að þá svona leitið tilbaka og þá var til fyrriparturinn í rauninni af þessari sögu sem að fylgir sýningunni og svo fór ég að skoða bara hvað ég átti til af málverkum og sum málverkin pössuðu rosa vel inn í söguna og svo sá ég annars staðar var texti sem að vantaði myndir í sko. Þannig að þá voru þau verk máluð sérstaklega bara við söguna. Þannig að málverkin úr svona ýmsum áttum, bara máluð í fyrra á þessu ári, unnið með blandaðri tækni, með akríl, vasslitum, pennum og stundum límt með pappír og glansmyndir með þessa. Já. Og en sagan það sem að tengir allar saman. Já, geturðu sagt mér svona eitthvað lauslega mikinn áhuga á svona sögur sko? Já, það í rauninni sko þetta sagan konu sem að var svona, lífið hennar var alveg gott sko, það var ekkert beinlínis en hún sá að hann langaði í eitthvað meira, það var eitthvað stærra sem var hægt að búa til og öðlast. Þannig hún leggur á stað svona í ferðalag að læra nýja hluti og kynnast nýju fólki. Þetta svona meira andlegt ferðalag heldur en líkamlegt? Hún fór ekki eitthvað? Já, í rauninni. Auðvitað fór hún námskeið og fór og hitti alvöru fólk og allt svoleiðis sko. En í rauninni svona andlegur vöxtur sem að var í gangi. Já, svona breyta hugsunarhættinum. Já. Og svona bara stækka og vaxa, sjá hvað meira getur verið til, hversu stór getur við orðið. Já. Og
Þannig að hún heldur áfram þarna og fer að læra og kynnast nýju fólki og svo þrátt fyrir allt, þú veist, sem hún næra allan þann þroska og nýja lærdóm að þá eru samt ennþá erfiðar stundir og það koma dagar þar sem að þetta bara gengur ekkert vel og það er ekkert auðvelt að vera jákvæð og hress og sjá allar björtu hliðarnar, sko. Nei. Þannig að þrátt fyrir að allan þennan vöxt að þá er samt alltaf einhverjar lægðir líka. Og þá var samt svo gott að sjá, þú veist, að þó hún væri að dvelja hann í læðinu á hvernig stund, að þá myndi hún samt eftir verkfærakistunni með öllum tækjurum og tólunum sem hún átti til þess að hjálpa sér að koma upp aftur. Þannig að smám saman náði hún að nota þessi verkfæri og halda áfram leiðina upp. Og eins og kemur í sögunni, sko, hún vildi vera ljósberi, hún vildi nota þessi verkfæri ekki bara fyrir sig, heldur líka til þess að deila með öðrum, til þess að þeir getur líka vaxið og dafnað og stækka í svona eigin lífi. Konan í þessu sögu, er það þú eða er þetta svona byggt á þinni reynslu? Þetta er alveg byggt á minni reynslu og auðvitað, auðvitað ég, þú veist, ég held að ég sé í öllum myndunum þarna á einhverjum punkti lífsins, en þetta er líka bara kannski flestir, margir. Og ég held að sumir eru komnir kannski allan enn hring, búnir að eiga eitthvað svona millibils ástand þar sem allt er ágætt en væri til í að vaxa eitthvað meira og margir fara að vaxa meira. Sumir eru bara fastir í hólu einhvers staðar og geti ekki komið sér upp. Þú veist, þannig að einhverjir eru búin að fara marga hringi, einhverjir eru fastir á einum stað og ég held að þetta ferli, það er ekki bara einfaldur hringur, það er allskyns flækjur og útúrdúrar og getur verið lengi á einum stað og stutt á öðrum og ferðast á milli, þú veist, liggum við á einum klukkutíma og líka yfir alla ævina, sko, þannig að, já. En ert þú þá í rauninni sjálf búin að taka einhvern svona, einhverja hálfgerða uppeigju frá því þegar þú einhvern tímann svona, ef þið er leið eins og þú værir á einhverju rangri leið eða svona eins og þú tala með þessa konu, hún er uppgötvað, þú veist, ok, það er eitthvað meira sem að ég geti verið að gera. Já. Þú veist þess að gengi gegnum það sjálf. Já, ég myndi segja það, þú veist, að mitt líf, var bara svo fínt, skilur, en bara það að leyfa sér að eiga drauma og fara bara út í nýja hluti, sýna þetta hugrekki bara, ok, stíga út fyrir hversdagsleikan og leyfa sér að eiga þessa drauma, sko. Skoða, líta inn á við, hvaða fjársjóður býr innra með mér, hvað eru styrkleika mínir og hvernig get ég komið út til annara líka, því að það er svo ótrúlega dýrmætt að geta gefið af sér. Já. Og En hvernig tekur maður þetta skref? Af því að það er, þú veist, það er ekkert óalgengt að þegar fólk fer að svona, haga sér eitthvað öðruvísi en svona eðlilegt ég gerir rosa mikið að svona núna, að þá liggur maður hafa áhyggjur af því, sko, að fólk haldi að maður sé að missa vitið eða eitthvað svoleiðis. Af því við erum svo föst í okkar svona skorðum og ef maður hagar sér eitthvað öðruvísi þá er svona hætta á því að það sé einhver svona rauð flögg fyrir fólki í kringum hann, svona, guð, ætla sér ekki alltaf lagi með hana. Já, það er eitthvað skrítið núna. Já, einmitt. Mér finnst svona mín leið, sko, að því kannski tók ekki einhver svona krappa beygju. Þetta er bara svona, tökum hérna eitt og eitt skref, förum á einhvern námskeið, lærum eitthvað nýtt og hittum einhverja sem hafa kannski aðeins aðra sýn og maður getur eitthvað sem maður laðast að og fyrir mér, sko, er þetta bara svo mikil hjartatenging í þessu og að gera eitthvað, þú veist, ég læri markþjálfun og ég býð fólki til mér í markþjálfun og því líður vel, þú veist, það finnur að þetta er verkfæri sem að hjálpar því að vaxa og þú veist, þá kemur ekkert gagnrýni, skilurðu, þá kemur bara vellíðan, þú veist, það er bara kærleikur til annara og þessi hjálp, aðstoð og bara að skapa þetta rými fyrir fólk, það sem má segja, það sem það vil segja og það er eitt sem er rosalega dýrmætt að gefa fólki tækifæri til þess að setjast niður, af því ég held að allt og margir bara gefa sér ekki tækifæri til þess að eiga stund í hugleiðslu eða bara í ró með sjálfum sér og gera ekkert. Bara ég sit bara hérna og heyri hvað ég er að hugsa, finn hvernig mér líður og eins og í markþjálfuninni að þá færð þú tækifæri til þess að bara segja hvað er í gangi í hausnum á þér og einhver manneskja bara hlustar, speglar, engin dómar, ekkert að gefa neinn ráð,
heldur bara hjálpa þér að komast áfram, að þú sést sérfræðingurinn í þínu lífi og þú getur fundið út úr þessu. En það nú líka eitt sem að vefst nú oft fyrir fólki að bara að telja upp sína eigin styrkleika, sko. Það getur bara verið rosalega erfitt. Þú veist, við erum svo einhvern veginn föst í því að vera ekki, þú veist, montinn eða sjálfumglöð eða hvað maður kallar það. Eða þú veist, bara erfitt einhvern veginn að það líka erfiðar að finna kostina en gallana. Það bara svo ótrúlega dýrmætt þegar við skoðum þessa styrkleika og fáum að nýta þá í vinnun okkar, í fjölskyldulífinu, í áhugamálunum, að við blómstrum að þá bara gagnast það öllum í kringum okkur. Þú veist, þetta bara alveg augljóst. Já, það hlýtur að vera, sko. Og þú veist, þú þarft ekki að standa einhver staðar og segja ég er best í þessu og eitthvað rosa montinn, ég veit þetta betur en þú. Nei, engan veginn. Nei. En ef þú bara leifir því að flæða, sko, þá gagnast það bara öðrum í kringum, þá verður lífið bara miklu skemmtilegra. Já, alveg örugglega. Heyrðu, þetta er örugglega bara mjög góð stund til þess að henda okkur í smá auglýsingahlé, en við höldum áfram að ræða sjálfsmildi þegar við komum aftur eftir auglýsingahlé. Jæja, velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sit hérna með henni Ósk, hún er listakona og er einmitt að opna sýningu núna, hún er búin að opna í Deiglunni sem heitir Konan og drekinn. Og þarna er sko saga og myndlist og tónlist. Já, skemmtilegt að segja frá því. Maðurinn minn, Haukur Pálmason, hann er tónlistarmaður. Heppilegt. Hann er mjög heppilegt. Ég var búin að sjá fyrir mér einmitt þegar ég var að undirbúa þessa sýningu að vera gaman að hafa einhverja tónlist við. Og þá voru náttúrulega hæg heimatökin að byrja hann að semja eitthvað fyrir mig. Þannig að hann fekk að lesa söguna og skoða myndirnar auðvitað og bjóð til samdi sjálfur og kláraði allt saman. 3 lög sem að fylgja með sýningunni. Er það svona instrumental? Já. Og já, það má skoða þetta á Spotify. Já. Það heitir The Woman and the Dragon á ensku. Okay. Listamannsnafnið Arctic Hawk. Já, sko þegar þú heyrðir lögin fyrst frá honum, fannst þér þetta bara strax bara passa við eða hvernig? Já, algjörlega. Þetta var unnið svona, kannski rauninni út frá 3 af myndunum, en þetta er bara svona rosalega mildt og gefur svona flotta stemmingu. Já, þannig að þú ert í rauninni að spila þetta bara meðan sýningin er opin. Já. Þetta er bara í gangi sem svona... Þannig að þetta örvar fleiri skilningar við. Já, akkurat. Já. Ok, það er mjög sniðugt og heppilegt að hafa svona snillingu á heimilinu. Já, algjörlega. En sem sagt, ef einhverju voru nú bara að henda sér á skjáin núna, ekki á hann, þá er í rauninni, sko, sýningin þín, umfjöllunarefnið er svolítið, sko, manneskja sem að fer í eitthvað ferðalag með í sjálfsvinnu. Já, í rauninni. Já. Og hvernig, sko, ef að núna sitja einhverjir heima sem að er að hugsa bara, já, þetta er ég. Ég er bara föst í mínu, þú veist, hjólfari hér og er alltaf að gera sama, allir dagar eru eins. Mér langar og ég finn að það er eitthvað svona lítill kraftur einhvers staðar inn í mér sem að langar út. Hvað gerir svona fólk? Hvernig hefur maður þessa vinnu? Já, til dæmis geta að koma í markþjálfun til mín. Það er rosa gott. Góð byrjun, sko. Það er góð byrjun. Og það er einmitt, gefst þetta rými til þess að ræða hvað það er sem maður vill fá út úr lífinu. Hvernig maður gerir bara lífið skemmtilegra. Ef þú vilt byrja bara á einhverju heima, þá er það sem að mér finnst gott að nýta mér og bara krefst þjálfunar að á morgnana þegar þú vaknar að áður þú fyrir að hugsa allt sem maður þarf að fara að gera og hvað streituna alltaf að koma börnunum í skólan og þeirri vinnuna og allt þetta, að þú veist, hugsa annarkvort, þetta er besti dagur lífs míns, þetta verður frábær dagur, bara byrja, þú veist, temja hugan til þess að hugsa eitthvað jákvætt til að byrja með og þú sért við stjórnina. Ég er búin að ákveða að þessi dagur verður góður, sama, þú veist, hvað öll verkefnin sem að liggja fyrir. Já, maður þá líka væntanlega að trúa því þegar þú segir. Já. Þú veist, læra einhvern veginn að segja þetta og trúa því samtímis. Það er mjög góður punktur, því að það þýðir auðvitað ekkert að vakna og segja,
þetta eru bestu dagar lífs míns. Ég er right, þú veist. Já, það er náttúrulega ekki. Sure. Þú veist, fyndu setningu sem að, þú tengir við. Já. Og kannski bara, ég er friðsæl, þú veist, ég er elskuð. Er eitthvað sem ég get verið þakklátt fyrir. Ég er þakklátt fyrir fjölskylduna mína. Eitthvað sem að, þú veist, kveikir á einhver innra með þér. Það er sjálfsög gerir ekkert gagn að gera eitthvað sem einhver bara sagði þér að gera. Nei, þú verður að finna eitthvað sem að, já, þú tengir við. Finna sér einhverja svona merkingu, einhvern svona tilgang. Einhverja góða setningu, bara, það getur verið ein setning. Og bara til að tengja sér inn í daginn og þú berð ábyrgðina á því hvernig þér líður í dag. Og ég veit alveg að, þú veist, það er ýmislegt sem að kveikir í manni allskins pirring og þreytu og allt það. Og það er bara í góðu lagi, við erum náttúrulega bara mannleg og upplifum allskins tilfinningar. En að þú reynir í grunninn að muna bara eftir þakklætinu eða hvað það er sem að tengir þig við eitthvað gott. Já. Ert þú með einhverju svona rútínu eða eitthvað, eða einhvern svona bjargráð þegar að við höfum náttúrulega öll svona lent í þeim aðstæðum að maður allt í einu bara svona rennur upp fyrir manni bara, ég er svo ekki með þetta núna. Já. Bara þú veist, ég hef ekki stjórn á neinu og þú veist, ég held ekki til fullyrt að allir upplifi þessi moment oft. Algjörlega. Ert þú með eitthvað svona sem þú gerir þegar þú lendir í þessu? Ertu með eitthvað svona sem þú bara grípur í? Ég nota andardráttinn rosa mikið, sko, til þess að svona ná mig niður ef það er eitthvað sem er að angra mig. Og þá annarkvort að fyrir eftir náttúrulega bara hvar þú ert í hvaða aðstæðu, skilurðu, geturðu farið aðeins til hliðar og jafnvel bara, þú veist, treyft hendurnar upp, andað inn og andað frá, alveg blása frá þér, inn nefið, út munnin og svona segja líkamannum að þetta sé allt í lagi, koma þér aftur niður á jörðina, sko. Áhyggjunum frá sér, bara bless. Mér finnst það rosa gott að nota líkamann til þess að ekki bara hugan, sko, þegar eftir þessum aðstæðum. Það hefur verið tvennt, bæði líkamann og hugan í þessu, það er svona tvöföld orka í því, sko. Og ég held að segja, í einhverju aðstæðanum myndi ég gera eitthvað svona. En líka bara að gefa sér stund, helst á hverjum degi, þú veist, það getur bara verið 1 mínúta eða lengur ef það hentar, fólk bara finnur út úr því. Það sem þú ert bara í frið og ró með sjálfri þér. Og nærði einhverju tengingu við innri kjarna, það sem þú getur vitað að það sé allt í lagi, sama hvað er að gerast fyrir utan, sko. Að innra með sé þessi djúpi friður, það sem að þú getur sótt einhvern kraft til. Já, og það er kannski gott að byrja ekki á þessu á fullorðinsaldri. Það væri fínt ef maður geti svona byrjað að temja sér þetta aðeins fyrr. Og þú ert náttúrulega svo sem veist ýmislegt það. Ég veit að þú starfar í leikskóla. Þar sem að þú í rauninni ert að reyna að kenna mjög ungum einstaklingum. Þessa tækni. Segðu mér aðeins frá því. Já, með jóga í leikskólanum. Þá erum við bara ég byrja með 2 ára strumpana, sko, og það er einmitt, byrjum við alltaf tímana á að finna andardráttinn, leggja aðra höndina á hjartað og hina á kviðinn og svo öndum við bara inn nefið, út munnin, bumbun að stækka og þau eru yndisleg, bara svona pínu lítil að þú veist, alveg til í andinu nefið og bara dæsa og þú veist, þú prófa bara núna, þú setja hendurnar hérna og anda inn nefið Já, það er svona pínu sem að hendi einhverju út með þessu. Já, fundið bara, tók hérna 3 sekúndur og það hjálpaði mér smá. Klálega. Einmitt, og kenna þeim að þarna er bara einföld aðferð til að nota. Þau eru þetta oft skælandi yfir hinn og þessu, það er erfitt að vera lítill. Það er ekki auðvelt að vera 2 ára. Nei, að segja þeim allavega frá og minna þau á þegar þau fara að skæla. Getum við nota þetta núna? Er þetta eitthvað sem getur hjálpað þér? Þannig að þau svona læri að bera ábyrgð á sinni líðan, sko. Já, sonur minn hefur verið í jóga hjá þér í leikskólanum á Iðavelli, við skulum láta það koma fram. Og hann hefur svona stundum einmitt verið að grípa í þetta heima, sem er eiginlega alveg magnað. Og hefur svolítið lært eða þú veist, honum dettur þetta stundum í hug, sko, sjálfum. Já, akkurat. Þegar hann er komin í einhverja óþægilegar aðstæður. Jóga núna. Mjá, fyrir að gera kísuna og eitthvað, rosa gaman og þú veist, við höfum getað notað þetta svolítið svona til þess að koma okkur út úr erfiðum aðstæðum. Þar sem að komi kannski einhver tókstreitar sem að er mjög erfitt að leysa með litlu börnum. Þá stundur bara gott að, jóga. Akkurat. Og þá einmitt, andardrátturinn og þetta, en það er svo gott einhvern veginn að hann sé sjálfur komin með þetta í verkfærakistuna sína, bara 4 ára gamall. Algjörlega frábært.
Takk fyrir það. Já. En maður þarf kannski ekki endilega að hafa þetta til staðar í leikskólanum. Það er kannski hægt að reyna að gera þetta sjálfur með börnunum sínum. Já, heima og svona. Algjörlega. Og það er alveg til bara bækur einfaldar. Þú þarft ekki að fara að læra að vera jógakennari til að gera jóga með börnunum þínum heima. Nei. Bara til skemmtilega bækur með myndum og öllum mögulega, sko. Ok. Getur þú sagt aðeins frá því meira svona hvað þú gerir með krökkunum þínum eða þínum? Ertu að meina í leikskólanum? Í leikskólanum, já. Já, við byrjum þetta stundina á andardrættinum og svo syngjum við aðeins svona til að tengja okkur saman og það sem að þeim finnst kannski einna skemmtilegast er auðvitað allar hreyfingarnar. Við breytum okkur í alls kyns dýr og það er dýrahljóðin fylgja með auðvitað og hreyfum okkur og hristum okkur og fíblumst og hlæjum og allt þetta. Já, missir það ekkert í eitthvað kaos eða? Það er bara, þú veist, þau auðvitað stundum fara eitthvað góla og garga en það er, ég nota gjarnan sko, við erum með vekja líkamann, hreyfum fingur og tær og hendur og allt þetta og svo alveg látum við eins og bjánar sko og hreyfum okkur og setjum tungan út og allt þetta og svo nota ég bara svona stopp og þá gera þau öll stopp líka og það svínvirkar sko. Já, ok. Þannig að þeim finnst það líka skemmtilegt sko. Já, svona keppni hvað getur stoppað fyrst. Já, liggum við og svo höfum við smá stund þar sem við svona einbeitt okkur, kannski einhverjum fallegum lampa með glimmer og ljósi og svo í lokin þá höfum við slökun þar sem að þau gefa sér nokkrar sekúndur í að slaka á. Alveg nokkrar sekúndur. Já, það kannski gengur misvel. 1-2 mínútur, þú veist, það er bara rosa stutt. En bara svona að kenna þeim að það er hægt að slaka á, þú veist, og við sem ekki að fara að sofa eins og í hádeginu. En bara gefum okkur smá stund til að slaka á, líka með liggur og rólegur og við hlustum á tónlist. Þetta er allt saman bara þjálfun og þau bara æfa sig. En mestumáli skiptir þetta, þeim finnst þetta skemmtilegt og þau geta, svo greinlega í tilfellinu hjá allaðínu. Þá getur þau tekið þetta með sér heim og nýtt sér þetta inn í daglegt líf og vonandi getur þetta vaxið bara með þeim og hjálpa þeim áfram á fullorðins árum. Sko. Mér finnst ósvalega einmitt dýrmætt að sjá það að þetta er eitthvað sem að honum dettur í hug sjálfum. Já, algjörlega. Að gera, þú veist, ef honum líður eitthvað illa eða honum finnst að vera að missa stjórn á sér eitthvað. Já. Það er, ég hugsa það sé mjög gott og, þú veist, og sérstaklega þegar maður er svona ungur og byrjar að temja sér eitthvað. Þannig að kannski nær maður frekar að halda því. Já, ekki spurning. Fram á fullorðins ár, sko. Og ég held að þú spurum eitthvað svona ráð áðan, sko, að mér finnst líka ótrúlega, eins og ég er að nota sjálf, að fara í gönguferðir ein út í náttúrunni. Það er eitthvað sem ég held að líka margir geti tengt við, að njóta þess og ekki vera með neitt í eyrunum, sko, vera bara að, leyfa hugsunum að fara, reyna að festast ekkert í þeim, heldur bara að leyfa þeim að fljóta, skoða hvort þú getur eitthvað tengst þínum, innri kjarna og einmitt ef þú ert í einhverju svona ástandi þar sem þið langar í eitthvað meira, hvað get ég gert? Á hverju hef ég áhuga? Hvar langar mig að vaxa? Hvað langar mig að gera? Ef það eru engar hindranir í veginum, hvert get ég farið? Þannig að það er líka mjög dýrmætt að fara út og sjálfu þetta, er ég að kenna líka jóga fyrir fullorðna, þannig að mér finnst það ótrúlega mikilvægt fyrir bara líkama, sál og huga að stunda jóga. Já. Það er mjög dýrmætar stundir, bæði fyrir mig sem kennara og þegar ég mæti sem nemandi, sko. Svo er kannski næs að einhver tíman að leyfa sér það, sko, bara skilja til dæmis símann sinn eftir. Já, algjörlega. Þá, þú veist, getur maður í rauninni ekkert verið truflaður, sko. Nei, það er bara mjög góð hugmynd. Já. Fara í hálftíma göngu þar sem kannski fyrst fólki eða bara hljóma ókvæmlega. Örglega sumum, það má gera tilraun, getur prófa 5 mínútur fyrst. Akkurat, það var til dæmis símalaus dagur í gær. Já, akkurat. Nýttir þú þið það? Nei, ég var á sýningunni, þannig ég var þurfti aðeins stundum að fylgjast með og setja eitthvað á Facebook og svona. Jú. Já, mér finnst það alls ekki ókvæmlega tilhugsun að vera símalaus, það væri bara ekkert mál. Það er kannski bara fínt svona í þessum svona mánuði sem að leiðir að desember, það sem er þekktur fyrir stress. Já, akkurat. Hvað gerir þú svona í aðdraganda jóla ef þú vilt reyna að halda svona stressinu í lágmarki? Já, það er, þessi blessa andadráttur, hann er ótrúlega mikilvægur. Þú passar að anda gegnum desember. Og þú veist, þetta bara með reynslunni, þetta mun alltaf gerast allt saman. Já, sama hvort að maður náði að baka alla sortir. Já, og hugsunin sko að sleppa áhyggjum eins mikið að mögulega getur. Að þú sért ekki að nota tíman núna
til að hafa áhyggjur og svo líður líka illa þegar þetta mun gerast, skilur hluturinn sem að þú ert að kvíða fyrir eða eitthvað. Að því við erum náttúrulega bara einhvern veginn er mannlega eðlið þannig að við höfum áhyggjur af öllum mögulegu. Já. Að maður sé ekki, þú veist, að skemma tíman á undan, þú veist, leyfa honum að vera kvíðvænlegur og líða illa af því að einhver tíman seinna mun kannski eitthvað gerast, þú veist, það er náttúrulega bara alls ekki gáfulegt, sko. Ég veit að það er ekki, já, það er algjör óþarfi, það er ekki endilega auðvelt að sleppa því, en ef maður getur svona einhvern veginn reynt að temja sér það að vera ekki í þessari streitu hugsun, heldur að njóta þess allavega það er ekkert að gerast núna er allt gott. Já, kannski verður eitthvað erfitt í næstu viku, en það þarf ekki að vera erfitt alveg alla vikuna þangað til, sko. Kannski minni líkur að verði erfitt ef maður er ekki búin að byggja það upp í hausnum á sig sem einhvers konar grílu. Einmitt. Og bara, þú veist, gerðu bara það sem þið langar að gera. Ef þið langar ekki að baka helling, að þú veist, slepptu því þá bara. Já. Og gerðu bara, þú veist, það þarf ekkert að gera neitt. Nei, það er nú það. Það er bara málið. Við erum búin að búa okkur til alls konar svona skyldur. Þú veist, jólin koma alveg sama þó að þú gerir ekki neitt. Já. Þannig að mann líður kannski bara betur í maganum ef maður borðar ekki alltaf mikið af smákökum. Heyrðu, nú er bara tími flogið frá okkur, en takk hella fyrir að koma. Takk fyrir að segja frá sýningunni og koma með góð ráð. Við hvetjum áhorfendur til þess að hlúa að sjálfum sér. Já, og kíkja á sýningunum næstu helgi. Já, næstu helgi. Laugardag og sunnudag frá 2 til 5. Já, í Deiglunni, einmitt. Og já, endilega kíkja á það. Og farið bara vel með ykkur og eigið góða nótt. Fyrir.